Nú ætlum við að snúa okkur að allt öðru. Hingað er komin Þórdís Bjarnleifsdóttir sem var að klára BA í félagsráðgjöf. Hún er komin hingað áður að tala leigjendur og eitthvað fleira. Kröftug í baráttunni. Þú ert búin að vera kröftug í baráttunni, hefur komið hingað að ræða meðal hans leigjendamál. Já. Maður að taka þátt í baráttunni. Já, en þú fórst í félagsráðgjöf og valdir það að skrifa ritgerð systkinaofbeldi. Já. Og hvað er nú það? Svona í gegnum námið að tók eftir þetta og bara einhver svona faktorar sem vantaði inn í kennsluefnið. Já. Við ræðum alls konar ofbeldi og vanrækslu og allt þetta en aldrei var talað systkinaofbeldi. En bara í mínu umhverfi hef ég oft orðið mjög vör við að fólk að glíma við þetta og afleiðingar af því að hafa orðið fyrir systkinaofbeldi. Við erum að skoða ofbeldi foreldra og börnum, karla og konum, umsjónarfólki fatlaðra og aldraðra og alls konar. Já. En blindur blettur, hvernig ofbeldi sem að systkini beita hvort öðru. Já, algjörlega. Það er ekki til neinar íslenska rannsóknir þetta. Það hefur verið rannsókað erlendis. En það er bara mjög stutt síðan að það fór að rannsaka það eitthvað ráði, sko. Ég var nú ekki að reyna að grínast með það hérna frammi að ég geti sýnt þér örin eftir hann Sigga bróðir. Já. En það er ekki aðstæðan ekki að maður er ofbeldismadur að maður bara svolítið klöskur að fara með þegar hann var að dröslast með mig hingað og þangað. Þannig ég er mjög sár eftir það. En það er ekki ofbeldi. Þannig ég kannist ekki við það úr eigin lífi. Ég var hérna yngstur lengi vel. Já. Og var hampað mikið og get ekki kvartað yfir neinu ofbeldi. En hvernig getur systkinaofbeldi birst? Systkinaofbeldi getur birst hefur alla birtingamyndi. Það getur verið líkamlegt, það getur verið andlegt, það getur verið kynferðislegt. Það getur líka verið bara það sem kallað er einelti. En ég kalla það andlegt ofbeldi. Og það er bara svona getur verið munnlegt ofbeldi. Það er svona allt sem hún veist í ofbeldi getur tekið inn í systkinaofbeldi. Já. Er það þá einn í systkinahópnum sem er svona haldið fyrir utan og kúaður? Já. Getur verið þannig? Já, það er svolítið þannig. Það er svona oft þá við köllum það að vera svona sökudólgu fjölskyldunar. Og þá er svona kannski eitt barn sem er uppáhalds. Og svo er eitt barn sem er valið vera sökudólgu fjölskylduna sem að verður bara svona, sá sem má ráðast á. Ef eitthvað misferst í fjölskyldunni þá er viðkomandi sökudólgur. Þá er það eins og að það sé eiginlega ofbeldi foreldrana sem að systkinin taka þátt í. Já. Sko þarna spilast inn í vanvirkni fjölskyldunar. Foreldrar eru vanhæfir kannski. Það spilast fullt af svona þáttum inn í. Þannig að ef að til dæmis foreldrar er sjálfstyrkandi að þá er mjög líklegt að þetta minnstu sé innan fjölskyldunar. Og þegar eitt foreldrar leyfir sér það að tala niður annað barn, þá ertu búin að gefa öllum leyfi til þess. Og sama er bara með kennara, ef kennari tekur eitt barn fyrir þá er allur bekkurinn búin að fá leyfi. Þetta er svona, og ég geri einmitt þarna í svona samanburð á bara til dæmis einelti í skóla og einelti systkinaeinelti. Og þetta er bara mjög svona svipað normi. Þarna er verið að berjast virðingaröðina og jafnvel þá ást foreldra. Þetta er svona. Og meiri líkur á því að þetta verði því veikari sem foreldrarnir eru rólega. Já. Og svona. En það er ekki þennan veikur, þetta er svona bara veikari þá persónur. Já, eru til dæmis uppeldið kannski mjög harkalegt, refsingarnar eru harðar, þú veist svona, eða þá bara algjört afskiptaleysi. Og þá grassir þetta oft inn í að því að börnin læra það sem fyrir þeim er haft. Þannig að. En þú valdir þetta því að lítið hafði verið þetta fjallað. Já. Og hvernig tókst þér þá að fjalla þetta? Leitarðu dæma og ræddir við fólk? Þetta er heimildarritgerð. Þannig að þetta er bara byggt á rannsóknum
sem ég tengi við íslensk lög, barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, kenningar og svona útskýr vel hvað fellur undir að vera ofbeldi. Já, en þú fórst ekki að rannsaka það hjá fólki, að spyrja fólk út í ofbeldi sem það hefur orðið fyrir? Nei, það er stefnan í meistaranúminu. Mér langar að halda áfram með þetta og mér langar líka að halda svo ennþá lengra með að fara og svona þróa þetta nánar þannig að þetta fari inn í viðmið þegar verið að skoða fjölskyldusögur, áhættuhegðanir. Þetta verður jafnvel bara sett strax inn í svona ungbarnaeftirlita því að þetta líka tengist tengslum á milli foreldra og barns. Þannig að þetta er svona það sem ég vil sjá verða úr þessu. Svo tími leiðir í ljós hvað verður. Hefur þú reynslu af systkinaofbeldi? Valdur þetta út af því? Já. Viltu segja mér frá því? Þú þarft þess að geta um að vilja það? Nei, ég vil nú ekki fara mikið inn í þetta en þetta er svolítið mikið þetta í minni fjölskyldu. Og já, þannig að það er svona þessi ritgerð kom mjög mikið við hjarta á mér og margt sem að maður hefur haft á tilfinningunni sannreyndist í rannsóknarvinnunni. Og svo gerist það líka þegar fólk fréttir af ritgerðinni og þú sér hana, að þá býstu við að þú hafir hitt fólk sem hefur svipað sögu að segja. Já, mjög mikið af fólki, mjög margir hafa hringt í mig og margir hafa sagt mér skilaboð og þakka mér fyrir að vekja athygli á þessu því að þetta er þeirra reynsla sem er mjög sár og hefur orðið til bara tengslaröskunar í fjölskyldunni. Fólk hefur verið útskúfað úr fjölskyldum, skilið eftir eitt án alls baklands og sumir hafa ákveðið að brjóta sig frá þessu munstri til þess að heila sjálfa sig. Þannig að það er alls konar birtingamyndir og bara ánægilegt að sjá fólk vera þakklátt fyrir þess að þetta sé komast upp á yfirborðið. En ef að fólk metur það að hafi orðið fyrir svona og þetta hafi haft áhrif á sjálfsmynd þess og bara stöðu á fullorðinsárum, þá er náttúrulega ein leiðir að bara kljúfa sér frá fjölskyldunni. Það er svolítið þungskref. En það þarf rosalegan styrk til þess að gera það og oft er fólk orðið bara svo ofboðslega brotið. Það er bara með áfallastreituröskun og geðsjúkdóma, bara það er alls konar sem að tengist þessu. Það er náttúrulega bara ótrúlegt að skoða hversu afleiðingarnar geta verið ofboðslega miklar. Þú ert líklegri til að lenda aftur í ofbeldissambandi. Þú ert líklegri til að upplifa tengslaleysi við annað fólk. Þannig að þú þarft að vera mjög meðvitaður og sterkur til þess að geta slitið frá svona. Hinn kosturinn er að reyna að beita fjölskyldunni en það er náttúrulega næstuð ómögulegt. Já, það er fyndið að sjá uppkomin systkini hittast, hvernig þau detta bara inn í einhver svona upprunaleg hlutverk. Já. Það er bara... Það er meira en að segja að það ætla að breyta fjölskyldun, hún verður að vera tilbúin til þess og eina leiðin fyrir þessa einstaklinga er einmitt að fara í áfallameðferð því að bara það er sjálfsmyndin er svo brotin og það er bara hugmyndir sjálfa sig geta verið mjög skaðilegar því getur fundist þú bara verri en annað fólk og eigir ekkert gott skilið. Þetta er bara svona þetta er algjört brot. En er þetta ekki eitthvað svona skali að það er inn í systkinahópnum getur verið alls konar metingur og samkeppni og hitt og þetta og kannski voru foreldrarnir blíðari við eitt systkini frekar en annað og það er svona, svo fer það eitthvað lengra þá getur þetta byrjar að verða raunverulega mjög skaðlegt og markerandi. Já. Og þetta er þetta á öllum stigum, öll systkini rífast og verða ósátt og það er svona samkeppni þeirra á milli sem er alveg hollt því að það bara, það styrkir því í mannlegum samskiptum og takast á við lífi og allt en svo bara verður
kemur punktur þar sem þetta bara orðið verulega skaðalegt og þá bara byrjar niðurbrotið sem bara erfitt að rísa upp úr og svona sko eins og ritgerð mín heitir Systkinaofbeldi, afleiðing og skaðsemi normaliseringar og þá ég að tala sko að systkinaofbeldi við erum búin að normalisera það. Af því þetta bara systkinaást, hvað þetta, við erum ekki að ræða þetta ekkert alvarlegt sko og svo bara, og þetta gera líka fagmenn, þeir horfa fram hjá þessu og stundum þetta systkinaást, en stundum þetta bara ofbeldi og við verðum að finna þessi greiningaviðmið og finna út hvenær þetta ofbeldi og hvenær þetta systkinaást og mér finnst það mjög alvarlegt að við séum að horfa fram hjá þessu. Þessu mikilvægu samskiptum. Já, að því þetta hefur svo ofboðslega áhrif á einstaklinga. Þú veist, einstaklinga getur bara lent í því að kunni ekki að hafa samskipti við annað fólk og bara alveg svona úr tengslum við alla treystir engum. Þú veist, þessi bara eftir að skaða mig eins og allir hinir og svo ef þú kemur bara með eitthvað svona djókur sem að skilur, en fyrir þá þetta bara algjört brot og það fer bara heim og segir bara ég bara alveg ónýtt manneskja og engi vill þekkja mig og þú veist, og best ég bara loki mig hérna inni sko. Þá er það fólk sem hefur lent í einhverjum alvarlegum atburði eða langvarandi svona einhverju kúun eða já, og munnlegu ofbeldi, þú veist, partur af þessi niðurlægingar að segja, og lertu ljót, já, þú ert með svo stóra rass og þú veist, þetta getur verið djók bara, en svo þegar þú lifir stöðugt við þetta, þá 1400. skiptið. Já, og þá ferðu bara að trúa þessu og þarna kemur inn einmannleikin og þú bara lokar það af að því þú ert svo ómöguleg manneskja og þú bara skaðar alla í kringu þig. Þetta svona verða óbúslega skaðlegar hugsanir hjá þessum einstaklingum. Ok, eitt að klippa á samskipti við fjölskylduna, annar að lækna fjölskylduna, bæði mjög erfitt. Eitt síðan að segja að samskipti mín við fjölskylduna, ég ætla bara að hafa þau í þessari hillu, þú veist. Já, verja sig og þú ert þá bara... Ég bara hitti það í fermingarveislum og bara kurteis og svo fer ég og ég læt þetta bara ekki, ég ætla sko ekki að byggja líf mitt á sko tilfinningalífi mínu úr uppruna fjölskyldunum minni. Já, en til þess að komast á það stig þarftu aðstoð. Því að þú ert svo brotinn og þú mætir bara brotinn og þá ertu strax orðin fórnarlambið og þá þú getur mætir í fermingarveisluna. Já, og þú ert alltaf í fórnarlambs hlutverkinu og fólki sem búið að beita þig ofbeldi, það finnur þetta og það bara heldur áfram að beita þig ofbeldi. Býta okkur takka og þá bara ertu bara dottinn í sama hlutverkjófast í gamla dag. Þess vegna þurfa einstaklingar fara í einhver svona áfallamiða meðferð til þess að geta haft samskiptin svona hvað maður að segja, þú veist, ekki náin samskipti heldur bara svona á yfirborðinu, vera með kurteisi en mæta og láta sjá sig, en þú þarft samt að vera búin að byggja eitthvað grunn til þess að geta gert það. Til að þola það. Þessi hægara sagt en gert. Já, þetta hægara sagt en gert. Ég ætla að mæta í upprunalega fjölskylduna mína, en ég ætla ekki að láta þau hafa áhrif á mig. Já. Það er erfiðara heldur og heldur. Já, og svo bara þó svo fólk sé, svona dæmi sem ég þekki, þó fólk sé komið kannski á hennar stað, en þá þarf það bara kannski eiga slæman dag og hitta þetta fólk, fjölskylduna sína sem hefur hagað sér illa gagnvart í, til þess að það triggerar upp sásökun, bara þú veist, hafa vaknað illa sko. Þannig að það þarf líka bara svona mikið andlegan undirbúning til þess að komast í þessu aðstæður. En þetta er samspil, samskipta foreldra við börnin og samskipti við fjölskyldunar, en þú tekur svona systkinaofbeldi sérstaklega út. Já. Það er oft svona, getur verið afleiðing af einhverju veikleika foreldranna eða... Já, svo líka getur þetta verið afleiðing þess að foreldrið þitt hafi lent í þessu. Já. Og að endurtaka mynstri inn í sinni fjölskyldu. Já. Þannig að það er svona... Sem að við gerum ef við hugsum ekki, að þá verðum við bara eins og fyrir okkur var lagt. Já, við notum ekki gagnrýna hugsun og getum ekki skoða það sem er rangt og hvað má betur fara. Þess vegna er svo mikilvægt
að við höfum jákvæða fyrirmyndir og jákvæða fyrirmyndir geta verið amma og afi eða bara einhver frænka eða foreldrar vinkonuðinnar eða vinaðins eða það svo mikilvægt og líka bara fyrir börn eins og núna bara á samskiptaöldinni að þessi svokölluðu áhrifavaldar séu jákvæða fyrirmyndir. Það getur hjálpað. Ég sé aðalega einhverjar konur sem eru að óta rassinum framan í myndavélina. Allavega það sem birt á fjölmiðlum. Það er svona áhrifavaldar. Það er kannski ekki jákvæða fyrirmyndir. Hvað áhrifavaldar að gera? Veit ekki alveg. Líka bara bækur sem börn að lesa geta verið jákvæða fyrirmyndir. Þú veist, ef þetta er svona góða bækur með góðum boðskap. En þú ert að lýsa börnum í miklum háska sem að þurfa að fá einhverja bjargir. Það getur verið bók, það getur verið amma, það getur verið heimili sem hún kemur inn á og ekki þessi spenna og þessir erfiðleikar sem voru á þínu heimili. Og þá getur svona kvikna á perunni hjá barni bara, vá, heyrðu, hérna eru bara allir næs við hvern annan og hérna er ekki verið að ráðast á neitt og býtu það sita bara allir hérna í sófónum og spjalla og býtu hægt að hafa þetta svona og það er bara matur hér á borðum, þú veist, þetta er svona... Talar fólk saman á þess að vera andstyggilegt? Já. Herðu, þetta er áhugavert og kannski ættum við svona að fjalla aðeins meira svona hluti hérna við rauðaborðið, svona fjölskyldur, kannski svo eru það stjúpforeldrar sem eru oft erfiðleikar að láta fjölskyldur einhvern veginn settlast í kringum það. Það er svona margt sem við getum gert og svo náttúrulega bara foreldrar hlutverkin og svona sem eru að breytast hugmyndir okkur það og það er áhugavert umfjöllunarefni til. Þetta er, að vera stjúpforeldri er mjög erfitt hlutverk en það er einmitt ofta ekki tekið nógu samt tillit þarna til barnanna því þetta er mjög erfitt að vera barnstundum í þessari stöðu og ofta einmitt verða stjúpbörnin blórabögglarnir Þannig að þetta er svona... Svo að þá ertu að tala að annar makinn á börn fyrir, segjum þessi konan, það er oftast þannig, kemur ykkur kall og það verður svona reynt að búa til ykkur fjölskyldu því og svo koma ný börn og þá eru þau börn foreldrana beggja og þá eru stjúpbörnin með svona auka aðild að fjölskyldunni. Já, það er... Við þurfum bara að gera svo miklu betur þegar kemur bara að hugsa börn og vera meira meðvituð hvað við erum að gera, þú veist. Orð geta sært ótrúlega mikið. Litla sál, viðkoma sál. Þannig að við þurfum að vera svona meira meðvituð og bara svona mín ósk einmitt það að við förum að taka bara svona meira marka á því og ekki alltaf bara taka allt á hörkunni og þú veist, ég samt ekki að segja við að setja börnin okkar inn í bómul og annað, þau þurfum að læra líka á lífið en þú veist, við þurfum að fara að taka á svona skaðlegu hegðunarmynstri og bara hvernig við komum fram við annað fólk og bara við þurfum ekki alltaf að vera að níða að þeim skóinn og setja út á það hvernig fólk lítur út eða hvernig það klæðir sig eða hvað á og hvað á ekki, skilur við bara það skiptir ekki máli, við erum öll bara með sál sem að þarf að hlúa að, þú veist. Já, lifenlega lif eins og eitthvað staðstendur. Bara lifa og leyfa öðrum að lifa. Já, ég held að við þurfum að hafa það bara svolítið í heiðri, Já. Herðu, Þórdís, gaman að fá þig að tala aðeins ritgerðina á gangi vel með næstu ritgerð, þar sem alltaf fara lengra inn í þetta mál. Og takk fyrir að hvetja okkur kannski, ég var að hugsa þegar ég var að tala við þig, að fjalla meira svona mál við rauðaborðið, svona samskipti inn í fjölskyldunum og fleira. Bara endilega ég hvet ykkur til þess og bara takk fyrir að bjóða mér. Takk fyrir. En ég sitt hérna áfram og ætla að reyna að skilja samfélagið sem við lifum í með því að fara svolítið langt aftur. Við ætlum að fara aftur til svona cirka 1703 og reyna að skilja íslenskt samfélag þar og veltaði fyrir okkur hvort að við kannski búum, að það samfélagi búi einhvern veginn inn í okkur ennþá. Sjáum til. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.